Kynfæri karla og kvenna eru frekar ólík. Ef við byrjum á að skoða aðeins kynfæri karla, að þá er typpi og pungur. Í pungnum, þetta er typpi, eru eistu. Á eistunum er eitthvað sem heita eistnalippur. Í eistunum verða til sáðfrumur sem eru karlkyns kynfrumur. Þær verða til við svokallaða rýrisskiptingu. Þá verða til frumur sem eru aðeins með helming þeirra litninga sem venjulegar líkamsfrumur eru með. Það er vegna þess að þegar sáðfruman rennur svo saman við eggfrumu sem verður líka til við rýrisskiptingu, þá verður til okfruma sem er með sama fjölda litninga og allar aðrar frumur. En sáðfrumurnar verða upphaflega til í eistunum, en þær klára eiginlega að verða til í eistnalippunum. Síðan liggur út úr eistnalippunum sáðrás sem að liggur hérna upp í kviðarholið og niður í blöðruhálskirtilinn. Blöðruhálskirtillinn stýrir því til dæmis að það er ekki hægt að hafa þvaglát og sáðlát á sama tíma. Þvagrásin úr þvagblöðrunni, þvagblæðran hérna fyrir ofan, hún kemur í gegnum blöðruhálskirtillinn líka og þetta sameinast í blöðruhálskirtillinum og svo liggur ein leiðsla út sem er kölluð þvagrás. Hérna utan á er svo eitthvað sem er kallað sáðblaðra. Í sáðblöðrunni verður til megnið af sáðvökvanum. Það sem kemur út þegar karlmaður hefur sáðlát er að minnstu leyti sáðfrumur. Það er miklu meiri bara vökvi sem verður til að mestu leyti í sáðblöðrunni. Síðan kemur þetta út typpið. Typpið er að mestu leyti bara svampvefur, en næmasti hluti typpisins er hérna fremst og er kallað kongur. Og þegar að karlmaður verður fyrir kynferðislegri ögrun, þá fyllist typpið af blóði og stendur upp í loftið, kallað standpína. Það er vegna þess að það eykst blóðflæði til kynfæranna við kynferðislega ögrun. Og svo er ákveðin hormón sem að loka fyrir æðarnar tilbaka, þannig að blóðið spýtist inn en kemst ekki út aftur. Svo er hérna utanum kónginn er oft húð sem er kölluð forhúð, en þegar að karlmenn hafa verið umskornir þá er búið að taka þessa forhúð í burtu. Hjá konum eru kynfærin að mörgu leyti ólík því að það er miklu minna ytri kynfæri. Þau eru aðalega inni í líkamanum. Hjá karlinum er typpið og pungurinn fyrir utan líkamann, á meðan það er í raun bara sáðblöðran og blöðruhálskirtillinn og sáðrásin og þvagrásin sem er inni í líkamanum, sem tilheyrir þessu kerfi. En af hverju eru karlar með eistun og punginn utan á? Allir strákar sem hafa fengið högg í punginn gætu nú ímyndað sér að það væri nú þægilega að hafa þetta bara inni í líkamanum eins og konunum. En það er vegna þess að það er of heitt inni í líkamanum. Sáðfrumur verða til og þurfa að verða til við sirka bát 35 gráðu hita. Þær eru virkastar við 35 gráðu hita. Ef þær eru geymdar of lengi við 37 gráðu hita, eins og er inni í líkamanum, þá virka þær ekki. Þá geta þær ekki synt. Þess vegna er pungurinn bara svona með innbyggða hitamæli. Ef það er of heitt, þá lengist pungurinn, færir eistun lengra frá líkamanum. En ef það er kalt, þá styttist hann, þá dregur hann eistun að líkamanum til þess að hita þau. Þannig að það er eiginlega alltaf 35 stiga hiti í pungnum. En við skulum kíkja á hvernig þetta er hjá konunum. Ég ætla að gera tilraun til að teikna þetta líka. Það eru til eitthvað sem heita ytri skapabarmar og innri.
Á milli þeirra er snýpur og mikið meira er ekki svona sjáanlegt fyrir utan líkamann. Snýpurinn er sambærilegur við kónginn hjá körlum, langnæmasta, það sem er mest af snertinemum. Þar eru konur næmastar fyrir kynferðislegri snertingu. En hérna innaf eru leggöng. Upp af leggöngunum hér er legháls og leg. Í leginu þroskast fóstur og barn ef að konan verður ófrísk, en út úr leginu hérna uppi liggja í báðar áttir, ég ætla bara að tekna aðra áttina, það sem kallað er eggjaleiðari eða eggrás, það er sami hluturinn, og eggjastokkarnir eru hérna við endan. Í eggjastokkunum þroskast egg, en ólíkt hjá körlunum þar sem að losna milljónir sáðfrumna á hverjum einasta degi, karlmaður sem hefur sáðlát losar á milli 300 og 500 milljónir sáðfrumna í einu, en hjá konum losnar að jafnaði bara 1 egg í mánuði. Það er tengt tíðarhingnum. En egg sem að losnar, það á að fara hérna upp í eggjaleiðarana og gera það yfirleitt. Þeir þreifa eftir eggjunum og leiðin hérna niður, þá vonast eggið til þess að mæta sáðfrumum sem koma hérna, því að þegar karl og kona hafa samfarir, þá fer typpið hérna inn í. Það er ástæðan fyrir því að karlar þurfa að hafa standpínu, því að ef að typpið er lint, þá kemst það ekkert inn í. Og það væri nú frekar óþægilegt að vera alltaf með standpínu, þess vegna er ágætt að þetta typpið stendur út í loftið þegar það þarf á því að halda, en er nú bara lint þess á milli. Og þegar karlmaður hefur sáðlát, þá sprautar hann sæðinu hérna inn, magnið legur nú bara út aftur, en eitthvað af því fer hérna upp leghálsinn og upp í legið, og síðan þurfa sáðfrumurnar að synda alla leið hingað upp, mæta síðan egginu. Eggið fer svo hérna aftur niður í rólegheitunum, leggst í slímhimnu sem hefur myndast innan í leginu, og ef það frjóvgast, þá myndar þetta fóstur og síðan barn. Ef ekki, þá leggst eggið bara hérna í og er skolað út með tíðablóðinu í lok tíðarhingsins, og svo byrjar öll hringrásin upp á nýtt aftur.